Komið sæl og blessuð og velkomin í reynsluboltana sem að í þetta skiptið eru einungis skipaðir blaðamönnum. Og það eitt mál sem að við hyggjumst taka að mestuleyti fyrir sem mál Ársæls Guðmundssonar skólastjóra Borgarholtsskóla. Stærsta frétt sem að hefur verið sögð að mati sumra, hún allavega mjög áberandi og við viljum svona ræða hana frá ýmsum flötum og reyna að greina hvað hún þýðir fyrir framhaldið og fyrir ríkisstjórnina og fyrir Ingu Sæland sem ráðherra og svona horfa á hennar stærri pólitísku línur. En gestir þáttarins í dag eru Ágúst Borgþór Sverrisson, velkomin, Helga Arnardóttir, velkomin, og Steingerður Steinarsdóttir, öll blaðamenn eins og ég segi, þú fréttastjóri DVF og DVF var fyrst til þess að greina frá þessu máli í gær með það að Inga Sæland sökuð að vera á bakvið þá ákvörðun barna- og menntamálaráðherra að gefa, að láta skólastjóra Borgarholtsskóla vita að hún ætla að auglýsa stöðu hans þegar skipunartími rennur út, þegar ljóst hefði verið að hún hefði geta leyft honum að sitja 2 ár í viðbót og það sem að gerir þessa frétt svona gríðarlega stóra og dýnamíska það að það eru illdeilur hjá þessum tveimur sem greint hefur verið opinberlega frá. Hvernig Ágúst Borgþór bárust ykkur upplýsingar af þessu máli? Já, þessari bréfi var einfaldlega lekið til okkar eins og oft. Bréfi sem sagt hvaða bréfi bréfi sem Ársæll fékk frá menntamálaráðherra. Já. Og þá bara farið strax í það enda hann mjög opinskár í þessu bréfi og segir að þetta sé hefndarleiðangur, tengir þessi mál saman. Já. Ég náttúrulega get ekki staðfest það eftir að svara fyrir þetta Inga og Guðmundur Ingi. Og nú svo kom þetta viðtal Moggans við hann í morgun. Ég var að sá þetta bara með stýrurnar í augunum í morgun, að ekki mætti vinna fyrir 9 og svo leiðinu uppbyttir var hann í viðtali með þungar ásakanir í útvarpi. Ársæll. Já, það alltaf alveg ljóst og sem Inga hefur viðurkennt að þetta símtal var óheppilegt tiltæki af henni á sínum tíma. Já. Og svo má líka deilum það hverju hann að vitna í 2 manna tal. Hann gerandi það mjög reiður, hann ég verið að taka með einhverjum fyrir var að túlkuna hans og símtalinu líka. Hann meira að segja að gefa skyn og hann hafi verið drukkin að hafa nokkuð fyrir sér. Já, hann gerir það í morgun. Já. Og þannig að og það mér finnst líka svolítið þessi tónn auðvitað náttúrulega fyndist manni þessi lögum að breyta 96 þá var hægt að þá voru embættismenn ekki skipaði sjálfkrafa áfram. Þá mátti segja auglýsa starfið eftir 5 ár. Mjög tónninn í honum svolítið þannig samt eins og hann eigi bara þetta embætti og hann svo hneykslaður hann heyrði á Rás 2 eða Bylgjunni í morgun, hann svo hneykslaður á því að hann með alla þessa menntun og þekkingu hann verið þess að vitna í einhver námskeið sem hann búinn að taka á meistarastígi að dirfist að endurráða hann ekki En þetta komið á það stig að ég veist þurfa að svara fyrir þetta Við fáum reyndar aldrei að vita hvort hann hefði verið endurráðinn því að hann hefði getað sótt sem samt ákveðin niðurlæging fyrir hann. Já, má ekki skjóta inn í þar hefði ekki verið eðlilegt hjá þeim líka að gera þetta með einhverju talsabandi Já, Þú veist ræða við hann, þú veist staðis að senda þetta bréf og bóða hann að fund þar sem ekki eins og ráðherra viðstaddur. Að ræða þetta bara við hann, fólk væri bara í samtali Það er óbúslega margar spurningar í þessu. Það sem þú hefur kynnt þetta Helga, hvað svona kemur fyrst upp í hugann hjá þér? Já, maður fylgdist auðvitað með þessu í gær, en svo heyri ég þetta viðtal við hann Ársæl í morgun sem var eiginlega sláandi, Það var rosaleg lýsing á þessu, hvernig hún hvað hún segir í þessu umrædda símtali sem hún svo eftir á auðvitað baðst opinberlega afsökunar á. Bað hún hann ekki örugglega afsökunar á því líka? Hann hefur verið spurður þeirra spurningar og hún bað hann ekki afsökunar. Nei, en hún baðst opinberlega afsökunar á því en biður hann ekki persónulega
afsökunar að því og tilefni þessa símtals er náttúrulega með ólíkindum. Ég meina, ég hef átt barn sjálf sem að skóum dóttur minnar þeir voru teknir síðasta daginn fyrir jólafrí. Mín viðbröð voru ekki svona, sko. Þú getur skrifað þetta inn í farsa, en maður skildi ekki ætla að þetta væri raunveruleiki. Svo kom bara í ljós að skotnir hefðu verið teknir á öðru barni, eins og í umrættu tilfelli. Þetta er lítil þú að þessi skór. Já, en þetta finnst mér, það var sláandi eiginlega að hlusta á lýsingar hans úr þessu samtali og af hverju þagði hann yfir því á sínum tíma. Það finnst mér svona kannski, hann hefði bara, ég er svo þreytt á þöggun embættismann. Erum við þá ekki líka að segja að ef hann hefði verið endur á hann, þá hafði hann ekki talað meira það, sko. Örugglega. Hann tjáði sér ekki beintum á sínum tíma og hann er inn í lagði inn á kennarastofun og það er eitthvað sem heitir fór til fjölmiðla. Það er eitthvað sem heitir trúnaður líka. Tveggja manna tal. Já. Þess að það var sér ósýður að vitna í tveggja manna tal. Ég sko, það er stór frétt samt sem aður. Það er stór frétt ef ráðherra hringir og hefur í hótunum við einhvern. Auðvitað það. Það er stór frétt. Og embættismaður á ekki að þegja við því. Nei. Og svo lét hann þagði ekki við því. Hann ræddi við samstarfsmenn. Þetta lag í einhverja starfsmenn í staðin fyrir bara, nú er nóg komið, hér er, þetta gerist í dag, vitna í símtalið. Svona getur enginn ráðherra að haga sér. Það veit hún alveg og baðst opinberlega afsökunar á því. Hún bað hann ekki afsökunar á því. Ég held við þurfum að horfa á þetta mál í svolítið stóru samhengi. Ég held að þetta tengist að einhverju leyti pólitík, persónulegum tilfinningum, sögu og alls konar hlutum sem að kannski er ekki ennþá hægt að skrifa beinharðar fréttir en svona þurfa samt að vera ofarlega í huga okkar. Persónulegum tilfinningum hvers? Já, nú er ég að fara yfir það. Já. Ársæll Guðmundsson er umdeildur, ráðningans er mjög umdeild. Hann er skipaður af pólitíst, að margir segja, af menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins. Í blóra við hæfisnefnd, Ragnar Þór Pétursson sagði sig frá ferlinu þegar hún var ljóst að það ætti að velja þannan mann þvert á mat hæfnisnefndar. Hann gegndi trúnaðarstörfum fyrir Illuga Gunnarsson og skrifið er aðalhöfundur hvítbókarinnar. Hann á sannlega meiri þátt í því að framhaldsskólanámið var stytt 1 ár heldur en nokkur annar embættismaður. Ég var með hann í spjalli hér við Rauðaborðið fyrr á árinu bara til þess að ræða það, hvort það hefði ekki verið mistök og allt það. Og hann stendur alveg bara harður á því að þetta hafi verið hárrétt ákvörðun en það eru margir sem hafa horft í síðan þess vegna þess. Svo er þessi pólitíska tenging, af hverju er ég að nefna hansi sjálfstæðismaður. Mogginn leyfði sér í gær í fyrirsögn af þessu máli, réttu eftir ykkur og DFF, að kalla það sem svo að hún hefði vikið honum. Sem er rangt. Sem er bara alrangt og það er hluti af þessari pólitík. Ég veit ekki hvort ég var að segja anduð eða hatur, en það er hluti af þessum átökum sem er á milli Sjálfstæðisflokksins og flokksfólksins. Hvernig Morgunblaðinu hefur oft verið beitt mjög harkalega, meðal annars með því að vera með túlkun eða gildis bara rángindi í fyrirsögn þegar ræðir ráðamenn flokksfólksins. Ég held að svo er þessi skapsmunir og meint drykja Ingu Sæland sem hringir í við erum öll sammála það var gjörsamlega óverjandi gjörð. En það er náttúrulega ekki gott að hann hafi svo kvartað undan kerfisbreytingum sem að barna- og menntamálaráðherra er búin að ákveða að gera, kvarti opinberlega undan þessum svæðisskrifstofum og það séu þá tvísvar sem að hann hefur einhvern veginn lent í einhverjum fæting, einhverjum slag við ráðherra flokksfólksins. Ég held að við getum ekki undanskilið neitt af þessum atriðum sem mögulega hugsanlega breytu í þessa stórfurðulegu atburðarás. Ertu sammála mér eða ósammála, Stengir? Ég hafði bara ekki hugsað þetta svona langt. En mér finnst þetta mjög skynsamleg greining hjá þér. En ég er hins vegar bara algjörlega á því að þessi bæði Inga Sæland og Guðmundur Ingi þau skulda okkur skýringu á þessu. Af því að mér finnst alltaf alvarlegt þegar að fólk ger sagt upp störfum og eins og Ágúst reynda benti réttilega á að þá er ekki búið að segja honum upp störfum, það er bara búið að segja það eigi að auglýsa stöðuna hans og hann hefði getað sótt hana. En hann er búin að biðja
biðjast undan núna, hann vill hætta. Það held ég hafi komið fram. Út af þessu. Já. Og manni finnst líka alltaf svolítið illa fari með fólk þegar það á eftir, eins og í hans tilfelli, það eru 2 ár eftir af þessum samningi og manni finnst einhvern veginn alltaf svolítið illa fara með fólk og það þurfa að vera þá rík ástæða ef að þá að koma fólki úr vinnu fyrir litlar sakir því að hann hefur ekki fengið áminningar eða neitt. En það er greinilega auðvitað mikil pólitík í þessu og það er auðvitað engin vafi á því að þessi átök hans við flokk fólksins hafa eitthvað með þetta að gera. Það telst að hafið yfir vafa. Ef hann átök. Já, þetta er allavega svo tilfinning sem við höfum þangað til að þau eru þá búin að svara og þau verða þá að gefa okkur. Og það er líka fyrir litla sakir, það eru engar sakir. Sko. Já, akkurat, engar sakir þá aðrar heldur en þær að hafa verið að deila við menntamálaráðherra hans ákvarðanir. Það er þá það eina sem að má segja að sé opinberlega eitthvað, en ég veit það ekki, sko, eins og ég segi, þetta er allavega mál sem að mér finnst að við almenningur verðum að fá viðhlítandi skýringar á. Og mér finnst svolítið áhugavert að við erum að horfast í augu við, ég var að hlusta á viðtal við hana Ólínu Þorvarðardóttur í segðu mér hjá henni Sigurlaugu Jónasardóttur, að þar er hún að segja frá því að hún var í Berkeley háskóla núna í haust og þar er bara sjáanleg andstaða við Trump. Hún gekk hérna bæinn og það er bara bóstaflega skilti út í glugga, sko, no king og we don't want any kings in America og þú veist, og skilti til varnar tjáningafrelsun og svona. Og Trump er búinn að standa í verulegum stríði við skólamenn í Bandaríkjunum, sérstaklega náttúrulega háskólana, af því að þeir hafa ekki getað samþykkt hans hömlur á bæði tjáningafrelsi, rannsóknarfrelsi og ýmislegt fleira og maður svona bara velti fyrir sér, erum við að fá eitthvað svoleiðis hingað að skólamenn þurfa að vera varkárir. Ég bara hugsaði nákvæmlega þetta saman, ég var að fara að segja. Er þetta trumpismi hjá Ingu að bara... Að maður sem fór sér að gagnrýna þau og gagnrýna sem hann hefur fullan rétt á og fagmennsku til, að hún sé refsa fyrir það. Það er náttúrulega með ólíkjendum. Það er gild spurning. Ég bara var að hugsa það saman. Má ég varpa einum punktin í þetta? Ég er ekki endilega að segja sem ég skoðun. En hafandi að huga að þetta er ekki brottrekstur, heldur þetta skipunartími liðin og þá má samkvæmt lögum auglýsastöðuna. Já. Getur það verið fagleg afstaða menntamálaráðherra að segja ég vil hafa mann í þessu embætti sem best ekki gett minni stefnu og fylgir okkar stefnu í menntamálum? Já. Það er einmitt. Og sko... En þar sem forsagan er svolítið blóði drefin, þá kannski kemur þetta ekstra illa út. Mjög óheppilegt. Mjög. Og sko, mér er ekki kunnugt að þessi ráðherra hafi tekið aðrar sambærilegar ákvarðanir. Við gætum haft sérstakann þátt í að ræða prinsipið að kannski væri bara best að svona stöður væru alltaf auglýstar. Já, er það ekki? Eftir 5 ár. Við gætum komist að einhver konsensus að það væri eitthvað frábært. En af því að þetta er eina tilvikið sem vitað erum á hálfu þessa ráðherra sem heldur því fram að ráðherran sé handbendi Ingu Sæland. Af því þetta er eina tilvikið og okkur er ekki kunnugt nein önnur tilvik, þá held ég að pólitískt svona renni það upp fyrir manni að það sé eins og að sumir séu ekki einu sinni læsir á litlu gulu hænuna. Vegna þess að hve auðvelt hefði það ekki verið fyrir flokkfólksins og ráðherra flokksfólksins að leyfa þessu manni bara sitja þessi auka 2 ár eftir að skipunartíminn rennur út, miða við hvað það kviknar núna, mikil úlfúð, margar spurningar valdníðslu, trumpisma, eins og við erum hérna aðeins að hvort þetta geti verið. Þetta er, ég er ekki að setja þessi pólitísk sjálfsvíg, en þetta er eiginlega jafn mikil, þetta er næstu eins og að stinga handsprengju, bara að þú stingir handsprengju upp í sjálfa þig og tekur pinnan úr og ef þú teppin þá springur hún ekki, sko. Já, og svo er einhvern veginn þetta líka að gefa þessa skýringu að sig að ræða skipulagsbreytingar
og við svona höfum ábyggilega öll þá reynslu af vinnumarkaði að skipulagsbreytingar eru alltaf svona svona skrautyrði yfir það ég vil losna við þig og þannig að manni finnst það svona svolítið máttlaust af hverju bara ekki komið heiðarlega fram en það náttúrulega alveg rétt eins og Ágúst var að benda á hérna áðan að hann talar svolítið mikið eins og hann bara eigi þetta embætti og þessi sjálfsagt að hann gegni því og þú bendir á að hann var mjög umdeildur á sínum tíma þegar hann skipaður en það breytir ekki því að eins og hann að benda á að hann hefur rekið skólana mikilli fagmennsku alltaf innan fjárlaga já, akkurat aldrei fengið áminningu nákvæmlega og þá spyr maður sig af hverju verið að losa sig við embættismann sem að stendur sig þú veist og það virðist líka vera að hann hafi verið vel liðinn hjá nemendum og starfsfólki allavega eru nemendur að safna undirskriftum til stuðnings honum og þannig að maður svona velti fyrir sér það stendur ekki styrir mannin í rauninni nei, akkurat, ekki lengur sko þó að skipun hans hafi verið umdeilt að þá virðist hann hafa staði sem er þeim hætti að fólk hafi getað sæst á hann Já, þetta bara lítur ekki vel út og það við þurfum núna að fá að heyra bara sjónamið Guðmundar og Ingu maður velti líka fyrir sér sjúkrahúsi já, Guðmundur Ingi, ég gerir ráð fyrir ég ætla ekki að fara að halda þið fram að þetta sé ákvörðun sé Ingu, ég meina það er Guðmundur Ingi sem er ráð þeirra en hún lítur að minnst að hafa vita af þessu og hún lítur að hefur hún ekki hugsað með sér þetta náttúrulega nú mun þetta símtal komast í hámæli aftur. Það er það sem ég kalla með að hafa ekkert pólitískt nef, bara þetta er eins og pólitísk handsprengja sem hún stingur upp þig. Sem hann hefði átt að greina frá upphaflega. Hann hefði átt að greina frá þessu og standa og falla með því. Í staðin fyrir að láta þetta leka klaufalega út á kennarastofun og einhver hringir á Vísi með ónafn, þú veist, bara... Ég er sammálega hafið annarkort, almennt finnst mér rangt að vitna í tveggja manna tal. Og mér er smá óþægileg þegar ég lendi sjálfur að ræða við eitthvað á Messenger og svo... Þetta er ekki tveggja manna tal óbreyttra manna. Þetta er valdsmaður og... Ég veit það, en hann hafði getað sagt þá, hann hafði getað sagt þá, ég þarf að fara út með þetta samtal, þetta er ráður að ringi mig. Já, mér er hótað. Já, og mér er hótað, og sagt að við hana, ég geri þetta opinbert. Inga hefur ekki neitað því að hún hafi talað um ítök innan lögreglunar og hafi ekki hringt í hann eins og amma heldur eins og ráðherra. Já. Einmitt. Það eitt út fyrir sig er náttúrulega mjög skuggalegt. Og það hún hafi ekki beðið hann persónulega afsökunar er enn alvarlega. Og það tók held í íslensku þjóðina nokkrar vikur eða mánuði að svona horfa fram hjá þessu, en kannski er þetta eitt af því sem hefur valdið fylgist hruni flokksfólksins, maður veit það ekki, en allavega það voru fæstir að ræða þetta mál fyrr en þetta er núna endurvakið. Við vorum alveg það var búið að fenni yfir þetta. Það var að fenni yfir þetta og tekur á styttri tíma með mál. Einmitt. Og svo líka af því að í haust þá gagnrýnir hann þessa svæðisskrifstofur og hérna þessa skipulagsbreytingu og það kemur ekki síður svona frekar þetta lúkkar ekki nógu vel. Kristrún Frostadóttir þarf sjálf að bera blaka flokki fólksins í umræðum í þingsal í dag. Guðmundur Ingi eins og ég nefndi áðan komin á sjúkrahús og Inga ekki viðstödd. Inga hefur ekki svarað. Hún þið sjáuð að það er svona stutt í að röddin í Kristrúnu titri þegar hún er alltaf náttúrulega mjög öflugur leiðtogi og flott en maður sér samt ef þið skoðið myndbönd og hlustið á hljóðutöku þar sem hún svara fyrir þetta, henn er ekki skemmt og sko næsta spurning er getur þetta mál undið einhvern veginn upp á sig og orðið bara erfitt fyrir ríkisstjórnina, hvað haldið þið það? Já, ég fór strax að hugsa hvernig hver viðbröðin yrðu bara á Norðurlöndunum og ég meina eftir svona símtal hefði ráðherra náttúrulega þurft að fara. Já. Það er bara þannig. Við vitum það bara. Já, ég held sér rétt hjá þér. En hér höfum við haft hingað til allt öðru í þessi menningu, en menningin er samt að breytast. Já, og svona þaulsetna. Þannig að mér finnst þetta alvarlegt mál. Það fyrir náttúrulega eftir hvernig þeir rökstuðu þetta, hvernig þeir spila því út. Væntanlega hefur þetta símtal ekki verið hljóðritað. Nei, en ég las nú samt að það væri til eitthvað í skráningu, það er væntanlega vitnisburður bara að samtalið átt sér stað. En Inga er flokkurinn.
Ef Inga ætti að stíga til hliðar þá, hvað þá eftir á flokknum? Og hún hefur rosaleg völd, bara það eitt af því sem gefur þessari samsæriskenningu byr undir báða vængi, að hún standi á bakvið þessa ákvörðun Guðmundar Inga, það hvað Inga hefur sterk tök á flokknum. Já, en af því við fengum aldrei fulla sögu af þessu símtali og þetta var svona hearsay og enginn vildi staðfesta neitt og þetta var svona hearsay og það var byrt. Svo gengst hún við þessu svona á mennskan hátt og ég hugsa, hvað þetta nú manneskjulegt eitthvað. Hún bara manneskja, hún hljópa á sig og eitthvað. Svo fáum við að heyra efni þessa samtals í morgun. Ég bara langt sem ég bara lagt fram með kaffibollan og lagt við hlustir því að þetta var bara maður hefur aldrei heyrt annað eins. En við skulum ekki gleyma, mér finnst það einmitt svo góður punktur sem þú komst inn á hér áðan, að við höfum öll lent í því að það hafi verið stólið einhverju af börnunum okkar í skóla og það eru skór, það eru íþróttafatnaður, það eru tölvur, það eru símar, allt sem að önnur börn girnast og margt mun verðmætara heldur en einir íþróttaskór þó þeir geti vissulega verið dýrir. En að fólk bregðist svona við barni hefði orðið fyrir ofbeldi einelti og ekki tekið á því og eitthvað svona. Ég hef reynslaði svo það kvartlaði ekki eins og afmanni að ringja í skólastjóra og stilla þeim upp með vegg Nei, akkurát því og einhver hnipplengur Akkurát og þegar börni mín voru að fara í gegnum þetta í gamla daga, maður hafði samband við kennaran, maður bað hann að athuga hvort að hluturinn fyndist og það var bara margt sem að maður varð að sætta sig við að var glatað að eilífu. Þetta var ekki nógu mikið tilefni til þess að fara að beita einhverjum hótum og vera með einhvern svona og bara almennt að hringja og þetta einhvern veginn þessi tilfinning manns líka að hún þarna nýorðin ráðherra og þá velti maður svolítið fyrir sér var valdið að stíga henni til höfuðs að hún skildi allt í einu vera í þeirri stöðu að geta sagt mönnum til eða sýnt aðeins svona og það voru margir sem skýrðu þetta með reynsluleysi og það gekk nú bara mjög oft þarna í kringum þann tíma þetta kemur upp en nú ætti hún að vera orðin miklu reyndari nákvæmlega og hún vissi ekki þegar hún hafði samband við skólastjóran forðum út af þessum týndu skóm að barnabarnið hennar yrði dregið í opinbera umræðu vegna sem ég finnst við þurfa alltaf að hugsa hagsmuni þessa barnabarns líka í þessu máli öllu. Það var náttúrulega ömurlegt fyrir það sé orðið miðpunktur í svona stórri pólitískri sögu en þeim mátti ljóst vera í flokki fólksins þegar þau tóku það ákvörðun að stefna Ársæli skólastjóra á þeirra fund og segja honum að þau ætluðu að auglýsa stöðuna, þá mátti þeim ljóst vera að þetta barnabarn yrði aftur dregið inn í öll sagan yrði rifjuð upp og það bara svona annað mannlegt sem að mér finnst mjög furðulegt. Já, en það reynsluleysi, Björn? Getum að kalla það reynsluleysi að ef að maður fylgist með þeirri umræðu sem hefur verið og öllum þeim fjölmiðla fári sem hefur dunið hér yfir alltaf reglulega þegar uppkoma einhver mál, getur þá virkilega verið svo reynslulaus að þú áttir þig ekki á því að ef þú ert að skipta þér af málefnum barnabarnsins þíns að það muni á einhvern hátt flækast inn í málið. Og ég veit það ekki, ég held að við séum öll bara í þeirri stöðu, þú veist, ég meina Helga hefur verið mjög áberandi í sjónvarpi og hún þekkt manneskja og eins Ágúst, að ef að þau hefðu tekið upp á því að hringja og hella sér yfir einhvern skólastjóra, að þau hafi þá búist við því að það myndi aldrei koma niður á börnunum þeirra. Að þau hefðu hegðað sér illa. Við hljótum öll að gera okkur grein fyrir því að ef að við erum opinbera persónur og komum illa fram, að þá muni þá einhvern hátt hitta fjölskyldu okkar fyrir. Jafnvel þó að hún sé ekki tengd málinu sem að ræðir. En punkturinn minn sem ég kom kannski ekki alveg nóg skýrt frá mér áðan var að við kannski fyrirgáum Ingu sum okkar
með reynsluleysi. Sko, ég fyrirgaf henni að við fengum ekki upplýsingar en við fyrirgefum henni náttúrulega ekki lengur, skilur. Nú hún bara orðin reynd í embætti. Hún var líka búin að vera þingmaður í nokkur ár þegar þetta mál kom upp. Já, en sko líka efni þessa samtals lá ekki fyrir, konkrétt, frá fyrstu hendi. Og liggur það fyrir ennþá, það er náttúrulega einlega túlkun hans, sko. Já. Best væri að hann hefði verið bara með upptöku. En Inga hlýtur að hafa vitað að þetta mál myndi springa út í fjölmiðlum núna. Hún hlýtur að hafa átt að sjá því. Ég fara átt að mikið á því hvaða pólitíska nef þarna í gangi, hvort það algjörlega stíplað eða hvort það bara sama, sko. Og hún verður að stíga, hún hlýtur bara að koma fram í fréttum í kvöldu eða eitthvað og svara fyrir þetta. Já, kannski hún búin að, kannski þegar við förum í loftið í kvöld, þá hún kannski mögulega búin að svara eitthvað fyrir þetta. Ég var svo bjartsýnn að ég hringdi í hana í morgun því að ég rætti hana frammi að ég var í miklu betra talsambandi við hana hérna fyrir tæpum áratug þegar flokkur fólksins var að vera til og tók helgarviðtal við hana í DFF og síðan upplifði svolítið með hana sko að blaðamenn eiginga vini því að svo eftir það náttúrulega birtist eins og annars staðar einhverja neikvæða fréttir eins og birtist alla stjórnmálamenn í fjölmiðlum og þá náttúrulega fendi yfir þetta góða samband fljótt sko það bara svo gengur. Þú segir blaðamenn eiginga vini og þetta nú bara ákveðin útlegð sem að maður verður að taka þátt í ef maður ætlar að vera blaðamaður og vera engum háður heldur bara að skrifa eins og efnistök blaðamannsins þurfa að vera og ég er alveg viss það þegar ég var nú í flokki fólksins og bauð mig fram og var nú annar varaþingmaður síðast að sumum finnst það sem ég er að segja núna orka tvímælis og ert þú að stinga þína gömlu félagi í baki, það er einhver sem hugsa þetta. En þá ætlum ég bara svona nota tækifæri af því þú nefndir þetta með að við eigum enga vini, sko, að mér finnst bara stjórnsýslulega, mér finnst lýðræðislega, mér finnst það mjög alvarlegt ef ráðherra að refsa einstaklingi, embættismanni, skólastjóra fyrir einhverja skoðanir og fyrir það að hafa sagt frá viðtali sem gjörsamlega óverjandi að ráðherrann hafi átt og í því ljósi vonast ég til að sem flestir geti hort á þetta mál, hvort sem við missum vini við að eiga þá skoðun eða ekki, vegna þess að mér finnst þetta lýðræðislega mjög orka tvímælis ef þetta einhvers konar lenska þá værum við að hverfa áratugi aftur í tíman þegar geðþóttavald ráðherra réði bara öllu það fingur upp eða niður hver lifði af og hver ekki og upp úr því spratt ákveðin þöggunarmenning og klíkumyndun og annarkot varstu inn í hitanum eða utan við viljum helst ekki fara þangað það? Nei, það vill náttúrulega ekki nokkur maður það er algjörlega örugt en við viljum gagnsæi. Já. En mér finnst samt sem aður einhvern veginn komin þannig kúltúr í dag, þú veist, mér finnst færri segja skoðanir sínar á Facebook muni ekki þegar allir geistust fram með sína skoðanir á Facebook þeim hefur fækkað verulega það er meira þeim sömur alltaf að segja skoðanir sínar þeim sömur alltaf að segja og maður hugsa sér tvisar og maður sér það á sveiklum áður að þér finnst ekki að alveg sleppt í stund eðlilega svolítið fyrir sem en ég hef sjálf hugsað er það þess virði að ég segi skoðun mín að þessu hvaða hagsmuna hef ég að gæta hvað þetta varðar hvernig mun það mögulega bitna á mér þegar ég sækjum starf þarna og hver hjólar í mig á þræðinu mínum á síðunum minni. Hver mun koma með sparkið sko. Þannig að ég skynja það bara í kringum mig og stundum finnst mér orðið þannig að sko fólk segir, þú eru ekki einu sinni að segja álit sitt á íslenskum sjónvarpsþætti af ótta við að bara styggi ekki einhvern í elitunni. Já, svo er allir farnir að segja skoðun sína í hópum undir dullnefni, anonymous og kvarta yfir í og dýrir miðar og tónleika hjá Bubba Mortens og það gett undir nafli. Það er ekki skapur það. Já, nefnir að þú gætir fengið Bubba Mortens á því í inboxi. Hvað þýðir það? Þú veist það, eins og Bubbi þegar hann reis upp til varnar Balta bara, þú veist, og réðst á Símon Birgisson sem var bara að gagnrýna leik það var gersamlega ótrúlegt. Það var ótrúlegt. Já, en sko, síðan Inga slapp með skrekkin frá skóparsmálinu svokallaða hafa verið 2 afsagnir í opinbera geiranum. Ásta Lóa sagði það sér út af máli og ríkislögreglustjóri
steig til hliðar, fór í annað embætti. Henni var bólaburt, en hún kom reynda með lausn sem kom henni ágætlega allavega fjárhagslega. En sko, mér langar aftur að spyrja, sem ég var að reyna að fá ykkur til þess að leggja mat á áðan með framtíð ríkisstjórnarinnar og sko hvort staða Ingu Sæland raunverulega veik. Hvernig metið þið það? Það fyrir eftir hvernig hún mun tækla þetta mál. Það fer klárlega eftir því. Finnst mér, að mínu viti, en ég held að staða ríkisstjórnarinnar sé þokkalega sterk. Það að það séu 2 afsagnir hérna á kjörtímabili og við vonum að það verði ekki fleiri, er þó betra en að menn séu þaulsetnir og spiltir eða þaulsetnir og hafi gert mistök. Það er sko framfaramál að það séu afsagnir þegar breytt hefur verið ránt, sko. Það finnst mér, sko. Ég einmitt að vísa til þess að kannski eru við að upplifa núna nýja tíma meiri í líkingu við það sem þú varst að nefna á Norðurlöndunum. Ég er alveg sammála að ráðherra á Norðurlöndunum hefði sagt af sér í klípu Ingu Sæland hérna fyrir árinu, sko. Sko, ég tek alveg undir þetta með Helgu. Þetta finnst mér framfari að fólk skuli þurfa að axla ábyrgð og þó að mörgum finnist að ríkislögreglustjóri hafi ekki axla næga ábyrgð, að þá samt sem áður er þessi lausn að þurfa að segja fara úr embætti, virðingar embætti, nákvæmlega í annað sem hefur minni svona prestige. Það finnst mér auðvitað ákveðin refsing og ég tek alveg undir þessi rök Þorbjargar að við þurfum hvort eða að borga manneskinu laun og þá er þá betra. Nákvæmlega. Málaflokki sem hún staðið sér vel. Helgi Magnús, náttúrulega, við munum nú mál hans. Akkurat. En líka, sko, hún lét alveg sína skoðun bersýnilega í ljós, hún Þorbjörg stóð á sínu og fór ekki til löngu á með að henni þætti þetta mjög sérstakt og kallaði eftir rannsókn og bara málið er einhvern veginn leist. Það er svo aftur spurning hvort að Ásta Lóa hefði nokkuð átt að segja af sér. Það er aftur annar mál. Það var hennar ákvörðun og ég sammála ykkur að þetta mál ríkislögreglustjóra var vel tæklað af ríkisstjórnin og henni kemur vel út fyrir ríkisstjórnina. Mjög vel. En hins vegar hvort að Inga Sæland núna og hennar mál sem eru núna í hámæli séu okkur ríkisstjórnina, þá er ég ekkert alveg viss það. Því að ríkisstjórnin stendur mjög sterk samkvæmt könnunum en eins og þú bendir á að ef að Inga neyðist til að segja af sér, ef að þetta verður þannig að við getum ekki sagt okkur við hennar skýringar, að þá erum við auðvitað komin í svolítið aðra stöðu því að þá vantar sterka mannesku þarna úr flokki fólksins til þess að taka við mannesku sem getur þá staðið í stafni og það er eins og þú segir spurning hver það yrði því að hinga til höfum við ekki séð neitt annan í flokki fólksins sem að getur einhvern veginn stíið í þessi spor Ingu. En við veltum fyrir okkur, fyrir hvað ættum þá að segja af sér? Fyrir þá símtalið? Já, hún er ekki með málaflokkin. Það er ekki hægt að segja að formlega að hún hafi tekið þessa ákvörðun. Nei, akkurat. Þannig að þetta er svolítið snúið. Það er alveg rétt. Tilfinningi mín að það sé langsótt að hún þurfa að segja af sér út af þessu en ég er ekki tilbúin til að rökstyðja það alveg. Það er svona tilfinningi núna að hún mun ekki segja af sér. Af því að þetta er ekki beintengt hennar embætti þó hún auðvitað sé yfir flokknum. Já, og það megi alveg, og það sé tilfinning fólks, eins og Ágúst bendir á að hún standa baki þessu, að þá samt sem áður, þá þurfum við að hafa þá haldbærari kannski rök fyrir því að hún geri það. Ég heldur séum kannski bara hreyfingu, sko, af því að þú nefndir áðan að Inga Sæland hefði þurft að segja af sér sem ráðherra á Norðurlöndunum þegar þetta skóparsmál kemur upp. Ég er sammálaður, ég bara þannig hefði það líka verið. Að svo verður í millitíðinni við venjumst hægt og rólega að þegar ráðherra lendir í vondum málum eða einhverju yfirmenn embættismenn að þá þurfið þau bara axla ábyrgð að fyrri viðmið hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi, það eru kannski komin önnur viðmið í dag og ég held að þetta sé smá krísutími
Það verður spennandi einmitt að sjá hvaða skýringar hún gefur. Það verður spennandi að sjá hvort íslenska þjóðin trúir Ársæli. Þegar Ársæll segir þetta allt kokkað úr haustnum á Ingu Sæland. Það Inga Sæland sem að gefa mér fingurinn af því að ég gagnrýndi hennar tillögur og tillögur Flokks fólksins breytingar á kerfinu og það var ég sem að hvíslaði því til samstarfsmanna sem var það risa fréttamáli með þetta stóra skómál sem afhjúpar náttúrulega einhverja bresti hjá Ingu hvort sem einhver þykir væntum hana eða hún voða góð við fátæka og börn eða allt það þá afhjúpast þarna ákveðin veikleiki í þessu máli og það verður spennandi að sjá hvort það sem okkur fannst í lagi í gær, hvort okkur finnst það í lagi á morgun. Og líka kannski þarf að skerpa á því í fréttaflutningi að maðurinn var ekki rekinn. Það kannski grundvallar atriði. Og gefa til kynnan hafi verið rekinn, sem náttúrulega... Já, þú veist, hann var ekki rekinn. Það ekki bara endurnýjaður, en ekki, samningurinn. En allavega pólitískt hefði verið mjög auðvelt fyrir Flokk fólksins að gera ekki það sem gert var í gær. Já, það hefði verið svona... Leið Flokks fólksins hefði verið greiðari. Við værum ekki að tala þetta gamla mál, þetta gamla skópar og það eitthvað í pólitískri strategíu Flokks fólksins, hvað sem verður með ábyrgð tiltekinna ráðherra. Það allavega augljóst. Ég hélt fyrst að það væri það að kerfið væri svona myndi hamast í þeim. Ef þeim yrði á minnstu mistök þá væru öflugir fjölmiðlar sem myndi hjóla í þau og svona. En það ekki hægt að afgreiða það bara með því þótt að kunna vera einhver smá bæjas af því að það oft þannig að það hefðar vald sem að gamlar pólitískar stofnanir hafa fá kannski ómeðvitað hjá blað- og fréttamönnum örlítið meiri vettlingatök heldur en einhverju svona nýliðar, hvað vilja þessi nýliðar upp á dekk en þetta spennandi. Já. Það verður spennandi að heyra aðeins í Ingu. Það næsti kafli. Það næsti kafli. Hún hlýtur að svara fyrir þetta. Hún getur ekki komist hjá því. Akkurat. Heyrðu, við viljum að reyna að ræða eitthvað fleira en þetta sannlega, það svo marga vítir í þessu. Það svona finnst þetta svo spennandi mál. Tókuð þið bakföll þegar samgönguáætlun var kynnt í gær eða það bara fólk út á landi? Ég ætla að segja ykkur það hér í kvöld spilað viðtal sem ég tók fyrr í dag við mann út á landi sem grætur í beinni útsendingu. Hann sveitarstjórnarfulltrúi og hann bara grætur fyrir hönd íbúa í hans eigin héraði á Austurlandi. Og hann bara skítræddur að þessi samgönguáætlun hún muni hafa skelfileg byggðarlega áhrif og allt það. Þannig að þegar við erum hérna sem búum á höfuðborgarþúfunni erum að svona láta okkur það í réttur rúmi liggja hvar séu göng og hvar setti peningar og svona, þá bara bókstaflega líf íbúana í brothættum byggðum út á landi oft undir. Það alveg rétt og mín skoðun bara svo að við eigum að fara í öll jarðgöng og við eigum bara að gera það strax og við eigum að leita allra leiða til að fjármagna þetta. Þegar að Hvalfjarðargöngin voru gerð á sínu tíma þá man ég nú svo langt af því að ég orðin þakta gömul að það var hrópað á torgum yfir því hvað þetta væri dýrt og hvað þetta væri vitlaust og þetta væri alveg alfarið óþarfi og fólk bara skildi ekki hvað ætti að gera við þessi göng. En það nú aldeilis komið í ljós hvað þau hafa munað okkur öll miklu og mér finnst bara eðlilegt að við getum þá leita þess vegna til einkafyrirtækja eins og gert var í tilfelli Hvalfjarðarganga, gera samning við þau að fjármagna göng og síðan eru bara tekin veggjöld eins og gert var þar til þess að greiða þetta upp vegna þess að það eykst umferðin. Og það bara alveg ótrúlegt eins og gerðist með Hvalfjarðargöng. Það jókst svo ótrúlega umferðin þessi göng og mun meira heldur en hafði verið fyrir þennan tíma. Við erum líka með ferðamenn upp á 2 milljónir sem eru að koma hingað. Við þurfum að opna þeim fleiri staði heldur en badarar Suðurlandið og það ekki spurning í mínum huga að jarðgöngur ein leið til þess að við getum opnað og fengið inn fólk og dreift álaginu sem bara hreinlega náttúruverndarmál og þess vegna eins og ég segi verið ekkert að tvínóna við þetta hættið þessari vitleysu farið bara í öll þessi göng bara strax í dag og hana nú
Hafið þið skoðun á Reykjavíkurflugvelli? Nú búið að tryggja honum ákveðna framtíð sem var kannski aðeins óljósari fyrir gærdaginn. Já, ég hef smá ég ætlaði bara að segja með göngin hérna, að því að mamma á hús á Siglufirði og bróðum mín býr þar og þar var bara flaggað í gær við fljótagöngin ákvörðuna það og það má alveg koma þar fram að hátt í 30 ár hefur vegurum við Strákagöngin bara verið það hefur verið mikið framhlaup. Hann gengur 1 metra á ári fram í sjó. Já, ég man þetta ekkert smáræði sko. Og það bara svona farið að ganga mann á milli að það eigi ekki að keyra hana veg í rigningum og 2 dögum eftir og menn fara bara eftir því. Því að það sko, ég var að keyra hann bara hásumar í góðu veðri og vegurinn svo háskalegur að þú veist, það alveg óumdeilt að þarna þörf á nýjum samgöngu sko, á nýjum göngum, það bara þannig, það algjörlega óumdeilt. Hins vegar þetta hræðilega banaslys í gær var náttúrulega ekki til að svona hjálpa ráðherra í sinni ákvörðunartöku. Þannig að af hverju óheppilegt fyrir þau. Mjög óheppilegt og einmitt bara sýndi svo svarta hvítu hvað mikil þörf á þeim göngum. Já, að það margir staðir sem hættulegir sem þarf að útrýma. Já, þannig að það verður að meta þetta. Siglfirðingar eiga þó kost á að fara hinum megin út úr bænum, heldur en þennan hættulega vegum almenninga. Og hina leiðina. En Fjarðarheiðin hins vegar eiginlega það erfitt að fara hann ekki. En nú spyr ég vanþekkingu, raunhæft að þessi kostir, þessi göng munu borga sem veggjöldum eins og Hvalfjarðargöngin gerði, það kannski óvenjulega mikil umferð þar á því svæði. Já, ég hef einhvern veginn ég skilja það þannig að veggjöld okkar allra sem verða innheimt í stórauknum mæli á svæðum þar sem við höfum verið að aka frítt, þau renni svolítið inn í þessar framkvæmdir þar sem fáir fara í gegn. Já, en sko, mér finnst það eðlilegt bara að láta fólk borga fyrir að fara upp göngin og af því að þú ert að tala umferðina, að þá hægt að benda á það að það koma orðið skemmtiferðaskip á Austfirði með kannski 4.500 og alveg yfir jafnvel 5.000 manns sum hver, þau leggjast á Siglufirði. Það hefur eins verið að reyna að byggja það upp á Reyðarfirði, að taka á móti þeim og það alveg spurning með Eskifjörð hvort að það sé ekki hægt að taka á móti skemmtiferðaskipum þar. Ég veit ekki hvort það byrjað en það hefur verið umræða það og það skortir eitthvað aðeins á að bryggjan þar geti tekið á móti en bæði í Vestmannaeyjum og víðar þá liggja þessi skip úti á ytri höfn og senda farþega í land með bátum og þetta engin smáræðis búbót að fá 4.500 manns í einu inn á svæðið og ef þú hefur þessi jarðgöng og þessa hringtengingu sem sveitarstjórinn á Siglufirði var að tala þá ertu að opna þessum ferðamönnum leiðir miklu stærri svæði. Það getur orðið til þess eins og ég segi að létta álaginu af Suðurlandinu og það sama með Siglufjörð að ef að þar hægt að taka á móti skemmtiferðaskipum og ef þú ert með göng þar sem hægt að fara með ferðamennina sem víðast þá ertu að opna til dæmis allan Skagafjörð fyrir ferðamennum. Þú ert að opna þeim leið líka inn á Ólafsfjörð, Dalvík. Þetta ekkert annað heldur en bara tækifæri og ég skil ekki eins og ég segi að Færeyingar geta gert þetta og því hefur verið haldið fram hér á Íslandi að þeir fái svo mikla styrki frá Danmörku og Evrópusambandinu það sé þess vegna sem að þeir hafa geta gert þessi jarðgöng en þarna lögmaður Færeyinga, hann bar það nú tilbaka og sagði að þetta hefði verið stjórnvaldsákvörðun fyrst og fremst að þeir gætu gert þetta og ég held að það sé sami upp á teiningnum hér. Opinbera kenningar í byggðafræði segja að böl okkar hér á Íslandi sé að hér eru eiginlega allir á sömu hundaþúfunni. Já, og þar með verður allt svo Reykjavíkur og höfuborgar miðað að okkur líður alltaf, við spyrjum alltaf eigum við að fara að borga fyrir þessi örfáu kvikindi sem búa þarna en til dæmis í Noregi, Færeyjum og víðar þá eru margir
risastórir íbúakjarnar og fólk hefur bara vanist því að stjórnsýslu dreift út borgir. Samgöngur eru sameiginlegt verkefni alls samfélagsins og það enginn að telja hvað eru margir íbúar og Siglufirði þegar farið í Héðinsfjarðargöng og svona. Það nennir enginn að telja þetta, það ekki skrifað neina fréttir þetta. Þetta bara gert. Þannig að okkar bölvun hér að við erum bæjast, við erum með skekkju gagnvart þessu á þess 8 gráði af því að það eru eiginlega allir sem búa hérna á sama svæðin og þess vegna verður þessi samgöngu umræða alltaf svona skökk. Segir byggðafræðin, svo ég vitni nú í hana. En þessi fjarðagöng og fljótagöng, það sko, þetta eru annars vegar 14 kilometra fjarðagöngin og svo hins vegar 5 kilometra göng það ekki, þessi fljótagöng. Er ekki líka verið að vera sér við að fara í svona risa framkvæmdir, skilur, það smá munur á þessum kílómetrafjölda. Vissulega. Maður velti því fyrir sér, sko. Já, þetta sé svona það held ég að sé alveg rétt hjá þér, sko. En svo bara líka annað að það að fleygja fram tækninni við að bora göng og það hlutur sem hægt að nýta sér. Sem hagkvæmni þá? Já, bæði varðandi hagkvæmni og hversu hratt hægt að gera þetta. Ég hlustaði einhvern tímann á viðtal við einhvern mann og hann var nú reyndar að ræða göng til Vestmannaeyja og þá var hann að segja frá einhverju nýrri tækni að þá þetta bora með vatni, með vatnsborum og þeir eru held ég 2 sinnum fljótari. Þannig að ef að þú væri með göng sem ætti að taka 3 vikur, við segjum bara 3 vikur að bora, að þá geta þeir gert þetta á 1,5 og það munar nú ekki lítið það. Bæði í kostnaði og öðru. Af hverju ekki verið að líta bara til þess líka og það getur vel verið að hér á Íslandi séu einfaldlega verktakafyrirtæki og verkfræðingar sem eru með þekkingu og kunnáttu þessu sviði og eru kannski jafnvel æstir í að fá að reyna nýja tækni sem að verið að vinna með erlendis. Já, ekki gengur vel að byggja hús núna allavega. Nei. Við þurfum að beina kröftu þeirra í einhver Já, en það er nú kannski svo litið annað. En af hverju ekki að reyna þá bara að sjá hvort að hingað vilji koma menn og jafnvel einkafyrirtæki og gera þessa hluti. Mér finnst þetta líka oft stöðvast af því að ríkið á alltaf að greiða fyrir þessar framkvæmdir og ríkið á alltaf að koma inn í þetta. Við höfum ágæta reynslu af því að leyfa einkafyrirtæki að grafa göng og af hverju þá ekki bara halda því áfram. Þetta svo stórt, þetta ekki bara stórt hagsmunamál fyrir byggðina. Ég bara sé það svo skýrt fyrir mér hvað þetta stórt hagsmunamál líka bara fyrir ferðamennskuna og fyrir okkur að við getum ferðast landið okkar hvenær sem okkur sýnist og eins mikið á okkur sýnist. Þetta samt langstærsta hagsmunamálið fyrir íbúa í þessum dreifbýli öryggisástæðurnar. Ég get ekki lýst fyrir ykkur tilfinningunni fyrir Vaðlaheiðargöng og eftir Vaðlaheiðargöng. Ég keyri ótal oft og keyrði sérstaklega meðan bjó fyrir norðan og milli Mývatnssveitar og Akureyrar. Og það bara í fljúgandi hálku á veturna í Hliðarhalla með börn í bílnum Víkurskarði, stórhættulegt og rússnesk rúlletta, tugir eða hundruða ferða sem ég bara geymi í trámabankanum mínum stundum því að þetta voru svo hættulega ferðir að geta skotist í gegnum Vaðlaheiði núna og fáum mínútum. Þetta bara allt annan líf. Heyrðu, en það búið að vera svo gaman hjá okkur og tíminn hefur liðið svo hratt að við eigum bara eftir svona 5-7 mínútur. Ég var búin að segja ykkur að ég ætla að ræða alls konar mál Já, mér langar nú að ræða örstutt mál, bara heilsufar þjóðarinnar, hnignandi heilsufar þjóðarinnar. Það næsta mál, en eitt orð Reykjavíkurflugvöll af því ég spurði spurningarinnar, ertu sátt við að hann verði þessi búið að setja hann áfram? Ég hef alltaf verið andvíg því að hafa flugvöllinn þarna. Svo þegar fór að gjósa á Reykjanesskaga og hvað var það? Hvassahraun. Hvassahraun, já, það ekki hættulegur staður líka. Uppnámi, þá ég bara búin að ákveða það að ég ætla ekki að mynda með skoðun þennan flugvöll fyrir en það finnst annar staður til að hafa flugvöllin. Ég ætla að hafa það þannig. Já, ég segi bara ditto. Eins með þig. Ég hef bara ekki lett hugun af flugvöllum í langa tíma. Mér finnst bara eitthvað svo vonlaust að mér fannst uppalað eins og innanlandsflug ég ætti alveg að geta farið fram í getum Keflavík líka, sko. Þú veist að það var kannski það sem ég væri ætti að gefa út einhverja skoðun fyrir mig, sko.
en það verðist ekki vera vilji fyrir því. Nei, en þá að því sem að þú nefndir Já, og við skulum bara mér endilega langar, ræða. bara örstuð, ég skal, máli að það þessi samnorranna rannsókn sem sýnir það að 70% Íslendinga eru þungir, 4 hvert barn of þungt, bara heilsufarið fer niður við. Geðræn vandamál mikil. Já, vissulega, en ég er bara svona, því að ég setti fram og gerði heilsuþætti sem heita Lifum lengur á Sjónvarp Símans, ég vann á 2018, þar sem ég var eiginlega búin að vera að safna í sarpinn bara upplýsingum frá læknum, heimilslæknum, bráðalæknum, lyflæknum og sem hefðu nánast öskrað á forsíðum blaðana bara við stefnum í eitthvað svakalegan heilsufarslegan faraldur ef ekkert verður brugðist við. Þá var bara sykursýki 2 bara fór hækkandi og þeir sáu bara einhverja svona varhugaverða þróun sem að ég svona kannski fanga þarna í þáttunum 2018 og er þar í samskipti við landlæknisembættið. Og allt hefur illa gengið eftir. Hér sitjum við bara árið 25 og erum að ræða þetta bara eins og þetta kom okkur rosalega óvart. Þetta hafa löngu búið að flagga þetta fyrir svo löngu síðan. 2016-17 er verið að halda hér málþing og erlendir sérfræðingar og hjartasérfræðingar að koma með nýja ráðleggingar í mataræði og landlæknisembættið einhvern veginn frekar svona verði að segja með fullri virðingu fyrir því góða embætti að þá er það búið að vera svona hljóðlátt, kurteist og átakafæli. Og það eru eflaust unnin góð störf þar, skýrslur fylltar út með réttum hætti og gólfin skúru vel, en hér þarf í alvörunni að verða einhver alvöru stefnu breyting á embættinu, því ber skylda samkvæmt lögum að standa vörðum lýðheilsu samfélagsins og líka það að þetta er svolítið skellu fyrir Ölmu Möller því hún situr frá 18 til 24 sem landlæknir og hún er heilbrigðisráðherra í dag og fær þetta bara í fangið. Og tjáir sig núna, hún er orðin ráðherra. Tjáir sig núna, vitið þið það, og þetta með nikotínfaraldurinn fyrir ekki, það er bara enn eitt dæmið. Þú þarft að setjast upp í bíl til þess að ná þér í mjólkurpott því nánast allar hverfisverslanir eru á undanhaldi. En ef þið vantar nikotínpúða, þá get ég örugglega í kringum þetta bara myndver keypt nikotínpúða á 3 ef ekki 4 stöðum. Pottþétt. Já, og hvar hefur landlæknisembættið verið í þessum málum? Þetta bara, meira að segja, ég var að reyna að ná tali af sérfræðingi sem var lækni til að tala skaðsemi nikotíns og sérstaklega áhrif á börn og annað ungt fólk, kvíðvænleg áhrif, alls konar svona taugakerfis áhrif og læknirinn sagðist bara eiginlega ekki treysta sér enn einu sinni til að fara að tala skaðsemi nikotíns af því að það væri ekkert aðhafst í málaflokknum. Það væri algjör, þannig að hér erum við með heilsufarið, hnignandi sem að lá fyrir bara 2016-17, 18 er, ger ég þessa þáttaröð, hvað er í gangi? Mér finnst mjög gott að þú nefnir átakafælni þessara tilteknu opinberu stofnunar og hún er víða, hún er bara í meira og minni öllum stofnanaheiminum og fólk sem að við borgum úr hendi almennings, skattgreiðendur, við verðum að geta gert meiri kröfur til þess að þora að taka slaginn þegar váblasir við. Algjörlega, akkur eru þau ekki bara búin að blása í herlúður síðustu ár? Ég veist líka að aðeins spilað inni og verið fráfælandi að það hafa verið stefnur, það hafa verið straumar í umræðinu undanfarin ár þar sem mátti ekki tala offitu. Einmitt. Því að það verið einhvern mannréttindabrót. Máttir ekki eins og skrifa orðið feitur. Nei. Það var bara þannig. Já, ég veit það. Það er að snúa yfir það. Það er ekki hlusta á svona yfir það. Einmitt, já. En þetta er búið að vera allt of kurteisisleg hljóðlát umræða sem ég finnst að þurfi núna, landlæknisembættið þarf núna að fara að taka grimma stefnu, herskáa stefnu í að vekja stjórnvöld af þessum doða, veita meira fjármagni í forvarnir, bæði hvað var það nikotíneyslu og bara gjörunin matvæli, fara að merkja gjörunin matvæli eins og gert er í Suður Ameríku. Það eru bara sem matvæli merkt gjörunin og það vill engin matvæla framleiðandi fá þá merkingu og það hefur droppað bara offita umtalsvert
Og það þarf líka að taka umræðu búðirnar sem eru stillandi hérna orkudrykkja samstæðanum fyrir framan okkur og sælgætið alveg veist að það er ógjörningur að fara með börn í búðir í dag því að maður verður fyrir slíku áreiti. Og þetta allt öðru í öllum öðrum búðum í öllum löndum álums. Já, sko, svo og svo sykurskatt. Svo held ég líka, já, ég sammálaði með sykurskatti. Og því það er ekki að réttlæta það að sykurskattur hafi ekki virkað þegar hann var settur á í hálft ár. Hann var settur á með röngum hætti. Það eru stjórnmálamenn að taka þetta upp og segja að þetta hafi ekki virkað. Það hefði þurft lengri tíma með markvissari vöruflokka. En það er líka svo skrítið að þegar maður hugsar það þegar ég var barn, að þá var verið að kaupa í stórum sekkjum út í búð. Þar var verið að kaupa hveiti og bökunarvörur og haframjöl og annað slíkt. Það var það eina sem férst í stórum sekkjum. En núna kemur í búðirnar og þá færðu salgæti í kílóavís. Já. Þetta var eitthvað, það voru litlir pókar þegar ég var krakki, litlir pakkar. Nú færðu til dæmis ekki ópal og tópas lengur í litlum pökkum, þú fær bara stóra póka. Og þetta er rosalega skrítin þróun, en ég held líka að þetta haldist ofboðslega mikið í hendur við andlegt ástand, að við erum öll einhvern veginn að leita í tæknibreytingar? Já, tæknibreytingar, aukin kvíða og bara einhvern veginn hvernig samfélagið og heimurinn allur er einhvern veginn að verða yfirþyrmandi. Við erum með börn sem að þjást svo af kvíða þau jafnvel fara ekki út úr húsi og þau hanga inn í tölvuleikjum og þau eru, og sum þeirra auðvitað vegna þess að þeirra býður ekkert gott ef þau fara út, þau verða fyrir einelti og einhverju slíku, en svo eru bara önnur sem eru bara haldin einhverjum óskýranlegum kvíða og þau ráð ekki við aðstæður, í skólanum, skólaforðun, börn sem að bara mæta ekki dögum saman í skólan og þetta er einhvern veginn, held ég, að við þurfum bara öll að fara að staldra svolítið við og hugsa, er þetta það samfélag sem við viljum hafa? Heldur betur. Við þurfum að slíta þessu, ég ætla að vera á léttum og skemmtilegum jólanótum hérna en tíminn er eiginlega útrunnin en samt, bara svona aðeins að fara hringinn. Jólaskapið, er það komið Ágúst Borgþór? Nei, það kemur ekki fyrir seinna því að allt þetta vesen fyrir jólin, það pirrar mig svona frekar. Það pirrar þig? Frekar svona, hvað heitir það á íslensku þessu sem var alltaf á móti jólunum? Grinch, já, ég er svolítið þannig en svo lagast ég þegar allt vesenið er á enda og jólahelgin gengur í garð sko. Góðu tími hjá þér þegar aðfangadagur rennur upp? Já, mér er líka fínt tími bara svona, þú veist, 3. dagur í janúar, þetta er allt búið sko. Þú ert hérna náttúrulega með þess að þættiðina blóðbönd? Já, síðasti þátturinn fer út í næstu viku og það verður mikið léttir og ég svona verð að segja það að mér finnst jól, ég var að tala það við nágranna minn sem er kennari, að hann sagði svona jólastressið, hann fyndi ekki alveg fyrir jólastressinu, jafn mikið og í fyrra og ég verð að segja það að ég er með börn á 2 skólastigum og það er eitthvað, við vorum sammála það, ég og nágranna minna, það er einhver svona samfélagsleg svona meðvitund það að tempra álag á foreldra með jólahúfur, jólaviðburði, jólasýningar, jóla og mér finnst ég finna smá breytingu. Þannig að mér finnst ekki eins mikið toppnum hafi verið náð brjálæðis æsingur, sem foreldri, 2 barna skólan. Þannig að það er þó jákvætt. Okkur fyrir einhverstað fram. Já, frábært, gott að heyra. Og gangið vel með þessa þættir, flotti þættir og takk fyrir. Og hérna þyrftum að ræða þá bara við annað tækifæri. Já, mér finnst þættirnir þínir alveg heillandi, ég verð að segja það. En varðandi jólaskapið að þá sem sagt er ég mikil ró yfir mér á aðventunni núorðið. Þegar ég var yngri þá ætlaði ég nú að halda upp í standardin með mömmu og rengir á gólf og loft og taka alla skápa og baka 7 sortir og allt þetta. Það var ekki rengt nema í 2-3 ár. Og nú orðið þá sem sagt aðventan snýst kertaljós og samveru og notalegheit og ég til allra guðslukkur laus við það að börnin mín sjá orðið sjálf jólahúur og jólapeysur og allar uppákomur. Þannig að hjá mér snýst þetta að njóta og leið og ég sé fyrstu jólaljósin kvikna í hverfinni hjá mér þá kemur jólaskapið og ég verð alltaf einhvern veginn svona jafnglöð. Fyrir mér eru jólin svona demantur sem skín í miðju skammdeginu.
Endum þetta spjall á þeim fallegu orðum. Takk fyrir þau, Steingerður og Ágúst Borgþór og Helga, búið að vera sönn ánægja að hafa ykkur. Takk fyrir að koma hér á Rauðaborðinu og reyna að greina þennan samtíma sem við lifum í og þakka ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur, fyrir samveruna. Við höldum áfram nýr kapli eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.